Veikindi fólks, bæði líkamleg og andleg, kosta gríðarlegar fjárhæðir. Starfsendurhæfing þess vegna mikilvæg í þeim tilvikum þegar fólk hefur verið lengi frá vinnu vegna veikinda eða slysa. Hlutverk VIRK starfsendurhæfingarsjóðs að draga markvisst úr líkum á því að fólk hverfi af vinnumarkaði vegna varanlegrar örorku með aukinni virkni, eflingu starfsendurhæfingar og öðrum úrræðum. Að VIRK standa launþegasamtök og vinnuveitendur. VIRK starfsendurhæfing starfar á landsvísu. Á skrifstofu einingar Iðju á Eyjafjarðarsvæðinu eru starfsmenn VIRK með aðstöðu og sinna fólki á Eyjafjarðarsvæðinu. Já, við erum hérna 4 ráðgjafar hjá VIRK starfsendurhæfingarsjóði sem störfum hérna á skrifstofunni og okkar hlutverk kannski mest að hitta skjólstæðingana okkar sem eru í þjónustu hjá VIRK og reyna að leiðbeina þeim og hjálpa þeim til að endurheimta sína vinnugetu. Hverjir eru það þá sem í raun og veru leita til ykkar? Það allir aldurshópur frá 18 til 70 ára eiga rétt á þjónustu hjá VIRK og þeir þurfa að vera með skerta heilsubrest eða viðurkenndan heilsubrest sem við reynum þá að vinna með til þess að fólk nái aftur sinni vinnugetu eða einhverju starfshlutfalli. Hvaða þjónustu veitið þið svona almennt séð? Við veitum fyrst og fremst ráðgjöf og utanumhald og erum svona að aðstoða við að leita leiða og finna úrræði sem hjálpar þeim. Við reynum alltaf að finna úrræði sem eru sérstaklega miðuð af þeirra þörfum, hvers og eins einstaklings. En hvernig leið til endurhæfingar síðan metin þá? Ferlið þannig að einstaklingur þarf að leita til læknis og þar þarf að vera staðfest heilsubrestur og það þarf að vera vilji og geta til þess að geta sinnt starfsendurhæfingu á þeim tíma sem hún veitt, þannig hún sé líkleg til árangurs. Ferlið þannig að það fer gegnum sérstakt beiðnakerfi hjá sérfræðingur VIRK í Reykjavík sem að meta þarfir, tekið fyrir og meðfyrir fundi eða beiðnafundi og síðan þá viðkomandi einstaklingi ef að talin líklegt að starfsendurhæfing nýtist honum á þessum tímapunkti að þá beiðnin send til ráðgjafa og þá hefst ferlið. Og ferlið þannig að við boðum einstakling til okkar og tökum svo kallar grunnmat í byrjunni og síðan hvert mál rýnt á 3 mánaða fresti með lækni og sálfræðingi eða sjúkraþjálfari í byrjun. Þannig það svona ferlið, svona í fljótum. Endurhæfingin í flestum tilvikum til lengri eða skemmri tíma? Meðaltalið kannski svona 13-14 mánuðir. En að sjálfsögðu vandi hvers einstaklings mjög misjafn og þar af leiðandi þurfum við svolítið að finna leiðir. Sumir kannski bara 3 til 6 mánuði og svo komnir í einhverja vinnu. Aðrir alveg upp í 2-3 ár. Elsa segist meta það svo að VIRK skili góðu starfi og hún segir að starfsemi VIRK sé gott dæmi farsæla samvinnu, launþegasamtaka og vinnuveitenda. Já, sannarlega það því að við höfum líka eitt úrræði sem heitir vinnupröfusamningur sem að VIRK hefur útbúið fyrir okkar skjólstæðinga sem komnir þarna allt í nær vinnu. Og þennan samning við að gera við atvinnulífið eða vinnuveitendur þar sem þá einhvers konar leiðbeindi inn á vinnustaðnum og við gerum einhverja áætlun þar sem að fólk fær svolítið tækifæri til að prúfa sína getu. Af því oft það þannig þegar þú ert búin að vera lengi frá vinnumarkaði að þá bara veistu ekkert hvað þú treystir þig til að getu gert og þetta stórt störk í starfsendurhæfingunni. Orsakirnar fyrir því að fólk leitar til VIRK geta verið af margvíslegum toga. Algengust stoðkerfisvandamál og andleg vandamál, kvíði, þunglyndi og annars konar andleg vandamál. Það ýmislegt annað sem kemur til okkar, en þetta svona algengast. Og það sem við gerum fyrir fólk þegar það kemur til okkar að beina því þá til sálfræðinga, sjúkraþjálfara og svo höfum við einnig aðgang að starfsendurhæfingarstöðvum allt land þar sem að tekið á mjög fjölþættum vanda á heildrænan hátt
og þetta gerum við allt saman í þéttu samstarfi við lækna, bæði heimilislækna, geðlækna og hverja aðra sem að þurfa að koma að tilteknum heilsufarsvanda. Er markmiðið í öllum tilvikum að aðstoða fólk við að komast aftur út á vinnumarkaðinn? Já, í öllum tilvikum er það. Það er eina forsendum fyrir því að vera hjávirk, fá þjónustuvirk. Er einlægur vilji til þess að komast aftur út á vinnumarkað. Hildur Petra segir að samstarfið við atvinnureikendur sé með ágætum. Yfirleitt tekið mjög vel á móti okkur þegar við leitum til atvinnureikenda og það eru ýmsar leiðir við getum gert vinnusamninga eða vinnupröfusamninga eins og Elsa kom inn á áðan. Einnig getum við gert samninga við Tryggingastofnun í formi greiðsluna þaðan til vinnuveitenda. Við erum í góðu samstarfi við Vinnumálastofnun. Við getum gert samninga þar þannig að fólk geti verið í starfsendurhæfingu án þess að missa bæturnar sínar leið, svona til skemmri tíma þó. Þannig að það eru ýmsar leiðir í boði. Hægt að nálgast ýmsar upplýsingar á heimasíðu Virk starfsendurhæfingar virk.is.